fyrir hönd Járngerðar þá býð ég ykkur velkomin til 14. fundar okkar hérna á Teams. Hann tekinn upp af venju og verður sendur út á vikufréttum að fundi loknum. Það nú svona rólegt yfir hjá okkur, það svo sem verið að funda á öllum stöðum og nóg að gera í því. En ég tók eftir því á fundargerð hjá bænum daginn að það búið að ráða almannatengil til Grindavíkurbæjar og ég var nú að vonast þess að einhver hér frá bænum yrði til svara svona hvaða hlutverki hann ætti að gegna fyrir okkur. En mér finnst þetta spennandi staða. Eggert, þú veist kannski eitthvað svona fyrirhugun á þessu starfi? Já, hann svo sem ætlunin bara að fá hann til þess að hjálpa okkur að koma svona bara góðum og jákvæðum fréttum á framfæri úr Grindavík. Það ekki verið að ráða almannatengil í starfshlutfall, heldur þetta rauninni bara svona aðkeypt þjónusta. Verktakagreiðsla. Og sem bara eins og fjölmörg sveitarfélög eða fyrirtæki hafa aðgang að. Og vonandi þá verður þetta bara til þess að við okkur gangi betur að koma svona jákvæðum og drífandi fréttum á framfæri. Já, mér finnst þetta afskaplega spennandi og það er eins og fréttamenn leggja sig svolítið í líma við að finna það neikvæða sem þeir finna hér þegar þeir koma og ætla að fjalla okkur og okkar mál af því að það hefur ekki einu sinni samband við réttu aðilanum til þess að fá jákvæða fréttirnar og hvað hér margt í gangi og margt að gerast og uppbyggilegt og gott og mikil vinna bara í gangi á öllum vígstöðum. Þetta verður kannski viðtakara því mögulega líka aðstoðar hann okkur við að bara svona hvernig við getum samræmt skilaboð og fleira líka. Betur. En nú náttúrulega að tala þannig af hálfu bæjarstjórnar og náttúrulega samfélagið allt vill fá skólastarf að það hefjist að nýju núna í haust og mig langar svona svolítið til þess að spyrja Klöru, hún mætt að eru þið hjá ÖMFG eitthvað búin að undirbúa ykkur varðandi þá verður einhver þjálfun í gangi, verður boðið upp á eitthvað af ykkar hálfu, einhverjar íþróttir sem hægt að æfa? Það komið sæl. Heyrðu, við höfum alveg tekið samtalið og rætt þetta og það mun vera, ef það kemur skóli, þá munum við halda upp í einhverju íþróttastarfi. Hversu mikið það verður bara að koma í ljós, en við bara bíðum eftir að fá niður nelt hvort það verður skóli og þá fer náttúrulega eftir bara fjölda barna á það. En við erum alveg með ýmislegt í hausnum hvernig við ætlum þá að hafa þetta, en við erum ekkert að nörfa neitt niður strax. Fyrir við vitum eitthvað meira? Nei, það náttúrulega, þetta gott fyrir foreldra að heyra þetta því að þetta svolítið spurningar sem við erum að fá til okkar. Já, þetta spila náttúrulega allt saman, fyrst kemur skólinn og náttúrulega ef það skóli þá bara það bara sjálfsagt að þá koma einhverjar íþróttir í kjölfarið. Akkúrat, frábært að heyra það. Hann nú ekki hjá Grindavíkurnefndinni, hann Skarphéðinn heldur. Ég ætlaði nú svona að spyrja að Grindavíkurnefndin hefur verið að funda stíft núna síðust bara strax eftir áramót og við hjá Járngerði eigum fund með Grindavíkurnefndin á morgun þannig að það verður spennandi að fara yfir málin þar og ég veit búin að funda stíft með hér bæjarstjórn og forstöðumönnum hér hjá bænum. Pétur, veistu, eitthvað svona frétta og ykkar ranni hjá árið nýja fer vel af stað hjá ykkur? Já, takk fyrir það. Það fyrir bara síðasta ár var
var metár hjá okkur á margan hátt og þetta fyrir alla fyrstu vikurnar enn betur á stað núna, þannig að þetta allir góðu þar. Við endur reyndar í tjóni í við erum með sölustarfsemi og framvinnslu á saltfiski á Spáni á 2 stöðum og það lendum í stór tjóni þar í nálægt Barcelona helgina. 30 manna vinnustað sem brann upp og eyðilagðist öllu. Það svona svipað eins og salthús í okkur myndi brenna í Grindavík. Þannig það svona tilfinningarlegt tjón og vel tryggt og allt það, en það svona kom alltaf sömu spurningarnar hjá fólki sem treystir á ákveðna vinnu. Já. En heima erum við bjartir inn í árið og þá erum við stóran og góðan fiskiland. Það sem við bara halda áfram með að þessi við þurfum það stendur svolítið okkur held ég bara að rjúga þessa kyrrstöðu sem núna að ég veit að Örnviðar Skúlason sem mun gegna lykilmáli hjá okkur næstu vikur og Grindavíkurnefndin hún alltaf ekkert að vera og við getum ekki bara raunni á hennar. Nú hann komin á Skarpiðinn. Það gott að fá það og Eggert á bænum. Þannig að ég held að þessi lykilmál, skólamál, öryggismál og húsnæðismál og svo náttúrulega íþróttaæskulismál og allt saman. Ég held að ég mun tala fyrir því að 50. 2009. Fyrir leik Vals og Grindavíkur og Vals í körfunni að þá hófum við öllum saman og segjum frá því sem við ætlum að gera. Það getur engin lofað neinu. Drögum í íbúafund og segjum bara frá því hátt og snjallt hvað við ætlum að gera í Grindavík. Það engin með neitt. Það góður vilji allstaðar og það kunna allir að vinna í væntingastjórnun. Það geta verið atburðir sem komið veg fyrir það en ég mun hamast á þessu með öllum og þetta eins og tölum í Gærguburg, þetta á vegum bæjarins að fá bæinn til að draga í fund og stemmingin á körfunni er alltaf hvetjandi. Skólamál, öryggismál, þar þurfa að koma almannavarnadeild Grindavíkur sem hefur verið óvirk alveg fram að lok síðustu viku. Og sem eru mál sem skoðað bara þegar ríkisfellur seinna. En við þurfum bara svolítið að bretta upp ermar sjálf og láta heyra í okkur og fyrsta að hafa stóran og mikið fund það hvað við ætlum að gera. Sammála því, takk fyrir. Skarphéðinn, ég var að minnast á þig áðan að það væri búið að vera svona þétt fundaplan hjá Grindavíkurnefndinni og við ættum fund með ykkur á morgun hjá Jafngerði, þannig að þið eru greinilega núna að taka saman einhver málefni sem að þið eru svona að draga saman í einhverja vinnu. Já, við erum bara að vinna í þessu verkefni sem okkur var falið að vinna í rammaáætlun endurreisnar eins og við minna þessi kallaði í erindisbréfinu. Við erum búin að eiga mjög marga fundi og þessi vika mjög þétt líka. Þá eftir það verður nú svona, við erum ekki búin. Það eru einhverju fleiri eftir en við höfum svona rætt það að þetta sé þannig skipt að þessi mánuður fari í upplýsingaöflun, febrúar fari í úrvinnslu og mars fari að klára verkið og tillögur fyrir páska. Þannig að en við áttum langa fund með bænum í síðustu viku, allan miðvikudaginn og við klárum það í allana til að byrja með á miðvikudaginn. Það eru fundir í dag og það eru fundir á morgun og fimmtudaginn og föstudaginn. Þannig að þetta gengur vel og allir hafa tekið okkur vel og svo nú viðbúið þegar kemur að því að vinna frekar úr þessu þá munum við hitta marga af þeim sem við erum að hitta núna aftur. Það má líka kannski segja frá því að við höfum verið að vinna í því að fá Alþjóðabankann til að koma og vera okkur innan handar og það kom svar helgina, jákvætt svar við því að Alþjóðabankinn verður okkur innan handar í þessu verkefni. Þannig og það er fjármagnað, þannig að við gerum ráð fyrir því að það muni liggja fyrir á næstu dögum hvernig
þeirra aðkoma verði háttað. Er það þá aðalega heldurðu koma að skipulagningu verkefna eða Nei, hvernig sjáið þið það fyrir ykkur? Sko, Alþjóðabankinn mun í sjálfu sér bara koma að á þessu stigi, þessu verkefni sem við erum að vinna, vera okkur til ráðgjafar, draga að þekkingu annars staðar frá og ráðleggingar það hvernig sé heppilegt að standa að málum hjá okkur en síðan þannig að þetta tiltölulega afmarkað það verkefni sem núna verið að vinna, það stendur til að vinna og það alveg sami tímarammi á því eins og á okkar að það klárist fyrir páska. Þannig að það er en svo hvort að þeir sem munu halda áfram með endurreisnina kjósi að fá Alþjóðabankann til ráðgjafa, það er bara þeirra ákvörðun. Já, þegar að þið hafið lokið ykkar skipunartíma. Já. Ok. Takk fyrir þetta Skarphéðinn. Ég sé Sólveig, þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, ég ætlaði bara að forvitnast hjá honum Skarphéðinni. Þú sagði að þetta hefur verið fjármagnað. Hvað er þetta há fjárhæð? Þetta nú engir óskapa peningar, en þetta sko Alþjóðabankinn vinnur í flóknum strúktúr og það er verið að tengja inn í önnur verkefni. Alþjóðabankinn sýndi líka talsverðan áhuga á því að vera með í þessu. En þetta er einhverstað 10-15 milljónir ef ég maður rétt sko, en ekki bera mig fyrir því. Nei, þetta er svona þykkabát. Já, þannig að allan að þeirra aðkoma í þessu er fjármögnuð. Já, af íslenska ríkinu, ekki satt? Eða Nei. Af hverjum? Alþjóðabankanum. Sko, þetta er einhverjir sjóðir, styrktarsjóðir sem tengjast Alþjóðabankanum og Evrópusambandinu sem koma að því að greiða þetta. Já, þannig við Íslendingar þurfum ekkert að greiða neitt. Ekki þessu tiltekna verkefni, nei. Nei. Það getur verið að sé einhver afleiddur kostnaður sem tengist þessu, en mér finnst það nú sennilegt, en það er minniháttar þá. Hvað kallar þú minniháttar? Það er fólk sem talar 100 milljónir sem minniháttar? Nei, ég er ekki þeim hópi. Nei. Ég er að tala einhverja 100 skalla eða kannski einhverjar fá milljónir. Við erum náttúrulega við erum svo sem með fleiri verkefni í gangi. Við erum með rýnuhópaverkefni og náttúrulega þessa skoðanakönnun og ýmislegt svoleiðis sem eru útlagður kostnaður og sem er ekki dekkað þarna, en mun náttúrulega gagnast inn í þetta verkefni stærra samhengi. Ok, takk. Pétur, gjörðu svo vel, þú hefur beðið orðið. Já, Skarphéðinn, þetta talar svona svolítið almennu nótum sko. Við erum svolítið að nálgast hardcore Ertu tilbúin á fundi á 29. að segja frá svona í nákvæmar hvað þetta sem að vera Grindagrindin að gera og stöðu af því okkar tíðarplön eru það að fólk fá að vita í lok janúar hvað menn ætli sér að gera og svo kemur ljós hversu mikið tekst að því sko. Okkur ætla að skila fyrir í lok mars, 31. mars stendur í sverinsbrefi og ég geri ráð fyrir öðrun að okkur veit ekkert af þeim tíma hvort það sé eitthvað tilefni til þess að segja frá þessu í lok þessa mánaðar, þessu verkefni og framgangi þess, það kemur alveg til greina. Ég spyr að því að það er alltaf að tala menn fengi upplýsingar í byrjun þessa árs og við höfum alltaf að tala þannig og að fólk sjáu að sé eitthvað að hættan hjá okkur metum við þannig að við missum þetta allt í einhverja fram yfir kosningar og það er bara seint fyrir okkur sko, ef við ætlum að opna skólana í haust og hvað Grindavíkurnefndin er að gera svona, bara farið yfir það alveg eins og við ætlum að safna saman fólki til þess að segja hvað þið er að gera hér á þess að lofa upp í erfinu og sér að menn að takist
Það alveg sjálfsagt á hverjum tímapunkti að segja frá því hvað við erum að gera. Ég meina það það sem að þessi fundir meðal annars ganga út á að fara yfir það og en hvort að við getum verið að segja frá núna í lok þessa mánaðar einhverju niðurstöðum eða mögulegu niðurstöðum, það dregir nú í efa. Ok. Birna, gjörðu svo vel, þú hefur beðið um orðið. Já, sælverði, ég hef nú ekki verið mikið sýnilega á þessum fundum, aðalega að hlusta. En ég sem sagt hjá Hás Orku upplýsingafulltrúi og mér langaði bara aðeins að segja ykkur frá því og þið hefur nú mögulega orðið vör við það, en við erum sem sagt aðeins byrjuð að athafna okkur aftur í eldvörpum. Og eins og þið þekkið nú að þá voru þar boraðar rannsóknarholur fyrir allnokkrum árum og talsverð umræða það svæði, og nú erum við sem sagt búin að taka lokið af einni holu og erum að láta hana blása, eins og það kalla, með tilheyrandi svona gufu bólstramyndun og hávaða fyrir þá sem aukstaðar þar nálægt. En þetta allt liður í því að skoða möguleikana á því að nýta þetta svæði enn betur, og það yrði þá nýtt frá Svartsengi og orkuverinu þar, sem var nýverið stækkað eins og þau var væntanlega fylgst með. Og þar með þarf ekki að reisa nýtt orkuver í eldvörpum, heldur yrði þetta bara samnýtt í Svartsengi. Vildu nú bara upplýsa ykkur um þetta, ef skal kynna einhver umræða hefði farið að stað á svæðinu hvað væri þarna í gangi. Það allavega ekki eldgoshafið í eldvörpum, eins og mér skilst að einhverjir hafi jafnvel haldið þeir sá bólstra. Nei, maður tók svolítið vel eftir þessu í morgun. Það voru hvítir miklu skýjabólstrar upp úr eldvörpunum, þannig að það voru nokkra spurningar sem komu, en þannig að það svona verið að kanna hvort að það sé möguleiki á frekari nýtingu á þessari holu. Já, og það meiri orku inn í orkuverið og þetta, allt til hagsbóta fyrir hitaveituna og orkuframleiðsluna í Svartsengi. Já. En nú hefur fólk verið að tala og maður hefur svo sem fundið það hér í Grindavík að það er svona svolítið lykt af vatninu sem hefur ekki verið, þetta er svona þessi Reykjavíkurlykt, nú hefur ekki verið hér áður, og þetta viðvarandi eða? Þetta mjög sveiflukennt og hefur alltaf verið í gegnum tíðina. Það eru bara svo mismunandi aðstæður sem skapast við hitavatnsframleiðsluna og kerfið aldrei eins frá degi til dags. Og þetta ekkert sem skadar fólk og allt innan viðmiðunarmarka, og bæði Hásveitur og Hás Orka fylgjast með náið með þessu. Þetta tengist stundum því að það fer súrefni sem að helst ekki að gera en getur gerst inn í kerfin okkar, og þá geta svona tímabil orðið til, en þetta auðvitað ekki það sem við viljum að sé tilfellið, en stundum bara hagar kerfið sér svona. Þakka þér fyrir þetta, Birna, þessar upplýsingar. Heiðar, Hrafn, árið hjá ykkur fer ágætlega af stað, það ekki? Jú. Já, bara samkvæmt. Allt samkvæmt planið, við bara, síðast ár sem við Petri var bara mjög fínt hjá okkur. Hefði viljað landa oftar í Grindavík, en meðan staða þá lentum við bara í smá vandræði með skipið sem koga fyrir það, en það búið að laga það allt saman, þannig að vonandi náum við bara að vera hér í höfn alltaf. Og já, fór bara vel á stað og við fluttum inn nýju skrifstofunar okkar bara núna milli jól og nýjárs. Við hófum þetta ára á nýjum stað. Þannig að þið eru komnir á Ægisgötuna? Já, við erum fyrir ofan veiðarfæraþjónustuna þar. Það bara mjög fínt, sko. Það startaði og eins og segið, það bara fór vel á stað og fer vel á stað árið og við erum bara bjarsýn fyrir þetta ár. Frábært. Maður á eftir að kíkja í kaffi til ykkar, skrifstofuna. Heldur betur. Ég held að sé ykkur möppur sem áttu okkur að báta sjó, þannig að það mælum okkur bát. Já, endilega. Það er björgunarbáturinn. Það verður vist að vera í lagi. Já.
En Guðmundur, hvernig byrjar árið hjá ykkur? Jú, takk fyrir. Við það fer svona hægt af stað fyrstu 2 vikurnar, menn að fara seinna á sjó og jólin og áramótin voru þannig að ég held að við séum bara bjartir. Ég menna við erum með allt sem við framleiðum selt og þetta eins og allir í sjávarútvegi kannski berjast við, það að eiga nægjanlegt hráefni til að geta haldið vestmjörnum gangandi, en við kvörtum ekki neitt, við bara höldum ótrúðir áfram og glímum bara við markaðsaðstæður, fólkið er jákvætt sem vinnur og þeir sem eru í kringum okkur í iðnaðinum, þannig að maður finnur alveg fyrir því að menn standa saman og baráttu hugur í öllum, þannig að við erum bara sátt við lífið og tilveruna. Já, það er gott að heyra. Takk fyrir það. Ámundínus, Ámi, þú það er búið að vera nóg að gera hjá ykkur yfir hátíðarnar og áramótin. Og hvernig fer svona árið ykkar núna af stað hjá ykkur? Það fer svo sem bara rólega af stað. Túrisman aðeins minna að gera núna heldur en áramótin, jólin og áramótin, en bara fer vel að stað öðru leyti. Ágætis horfur svona sérstaklega til sumarsins. En svo erum við náttúrulega eins og áður í smá framkvæmdum, hefur verið í lagnavinnu í stofnlögnum og klára þessar lagfæringar eftir að við mistum bílaplanið, þannig að það er lokan hikurinn í því. Já, svo það náttúrulega herja betur á Hringtorgið, á nýju innkeyrslinni. Já. Það er að vonast til þess að verði samstæðan það. Það er ekki farið inn á samgönguáætlun að laga Bláalónsveginn eða Norðurljósaveginn eða svona heitir þessu báðunöfnum og svo þetta Hringtorg sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt fyrir komandi uppbyggingu í Grindavík. Þetta sé svolítið vanmynd. Þetta sé allt of mikið hætta eins og þetta núna fyrir alla. Bara öryggismál. Bæði vera að fara samsengi og fara áfram til Grindavík. Heldur betur. Þannig að við erum að reyna að ýta á það eins og ekki. Takk fyrir það, Ámi. Þá er það nú svona síðasta, þá er það nú mál málanna, það er örnviðar, það eru náttúrulega húsnæðismálin sem að fólk farið að bíða svolítið eftir og við Pétur erum nú búin að funda svolítið þétt og erum svona saman í því að reyna að skipuleggja þennan stóra fund sem hann myndist á áðan. Við höfum hugað því að bæjarstjórn komi með okkur og skipuleggja svona svolítið stóran íbúafund þar sem að spilin eru svolítið lögð á borðið varðandi næstu skref í uppbyggingu. Og þar náttúrulega Þórkatla leikur svolítið lykilhlutverkið og planið svona í vinnslu hjá þeim, þannig að það svona verið að þrýsta að og örugglega til þeirra úr öllum áttum að fólk fari aðeins að sjá þetta plan. Og við náttúrulega bindum vonir við það að Þórkatla, aðilar frá Þórkatlu komi bara með okkur á þennan fund og svona segi frá því það helsta allavega sem að hægt að segja frá. Hvað segir við því, Örnviðar? Jú, við þurfum bara aðeins að skoða það, eins og ég hef sagt áður, þá erum við að vinna í bæði útfærslu á málinu og svona lagatæknilegu málum og við erum svona að reyna að stíla inn á að vera komin með betri mynd á þessar lagatæknilegu lækjur á næstu 2 vikum, en ég fór ekki alveg að fullyrða og það er auðvitað megin ástæðan fyrir því að við erum ekki að kynna þessa áætlun út á við, að við erum ekki alveg komni með fast land undir fætur að geta farið þá leið sem að við hefðum huga á að gera. Þannig að það þarf bara því miður að tekur það eitthvað tíma í viðbótn að fá botn í þetta, þannig að við getum kynnt þetta, hvort að það verður þarna 29. eða í byrjun febrúar þarf bara að koma aðeins í ljós næstu vikum, en við höfum sagt það og segjum að við viljum ekki að endurreisnin stoppi á okkur. Við
verðum tilbúin vonandi með þessa leið sem við viljum fara en annars þurfum við að setja í annan gír og finna nýjar lausnir. Það er bara þannig. En hefur orðið einhver er að koma meira af umsóknum samninga, hollvina, gisti, þess áttar? Það er nú bara svona, já, mallar alltaf inn svona nokkrir á viku, þannig að það er bara svona ongoing. Ég held við séum komin í 240 hollvinasamninga og tæplega 120 gistisamninga. Og það gengur bara vel og við erum, eins og ég sagt áður, mjög ánægð með það. Við erum að vinna í því að setja fjarvöktun í einhver 250 hús á næstu vikum, þannig að við höfum svona fyrri húsupplýsingar sveiflur á hita eða öðru í húsunum, en já, annars er þetta bara auðvitað málanna er endurkaupa áætlunin sem að við erum bara mjög spennt fyrir og erum að vinna hér alla daga að útfærslu og F-síðugerð og mínum síðum og lýsingum eignirnar og annað sem að þessu lítur. Þannig að það er svona stígandi í áhuga fólks á að svona að máta sig við Grindavík aftur. Já, ég hef bara fullan skilning á því. Já. Og við ætlum að reyna að vera sem allra fyrst tilbúin með það. Takk fyrir þetta, Örn. Pétur, gjör svo vel, þú ert beðinn. Pétur, það heyrist ekkert í þér? Já, verra hátt að mjög. Já. Ég ætla bara í ánægð með það að þessi tala 240 og svona, ég hef nú vilt talin þokkalega bjartsýn á þetta dót hérna og í mínum huga ef við erum komin með þegar við startum skólanum í haust að við erum komið í 1/4 af þessum af því sem var áskað 300 hús. Það er það þarf ekki að vera rosalega lokkandi til þess að menn stökkvi á og ná því markmiði fyrir haustið og síðan fyllum við bæinn á kjörtíðanbílinu. En það er mjög gott að vilja sé með ef maður hefur lært eitthvað í krísustjórnun svona gegnum tíðina og sumar hefur maður skapað sjálfur og aðrar ekki, að þegar manni finnst það líður langur tími að þá fannst maður ekki þurfa að segja frá, en maður þarf alveg að segja frá hlutunum þó ekkert hafi gerst, segðu bara nógu oft hlutina. Það er svona styður allavega að það er verið að vinna og hversu mikið sem mann geta sagt og þessi bara sami hlutur og síðast það komdu samt á segðan. Þannig að ég hvet alla til þess að ég veit að getur bætt einhverju við í lok mánaðarins og það taka allir viljan fyrir verkið að það getur orðið einn atburður sem það þarf ekki að fara með alla jarðfræði fyrir hann í hvert skipti. En að menn sjáu það að það er allir rói sem áttin og segja sem henni að gera og þannig að krísustjórnin í bókinu mér væri það að tala oftar en sjaldnar. Takk. Takk fyrir það, mikið rétt ég sammálaði Pétur. Sólveig, gjör svo vel. Já, takk. Örn, mig langar til þess að biðja þig svolítið sem að mér finnst sjálf alveg óþolandi þegar ég er beðin þegar maður stendur í miðju ánni. En ef þú getur, og þú kannski að gera þetta, það er bara mjög líklegt, en lærdómurinn hjá ykkur og það sem að þið að þessi atriði sem að virðist vera svo flókin að ákveða, það væri svo gagnlegt fyrir okkur að skoða þau svona í vor kannski, þegar þeir eru búin að taka ákvarðanir. Þannig að það myndi gagnast þjóðinni ef þið myndi svona þegar þú ert að velta öllum þessum mörgum sjónarhólum fyrir þér að vera með svona smá blaðblýant og taka saman þannig að við getum lært af þessu í framtíðinni. Og ég segi, þú ert örugglega að gera þetta, mér langar bara samt að að hnekkja á þessu. Takk. Já, takk fyrir það. Jú, við höldum að einhverju leyti utan þetta en það sem að er núna framundan lítur kannski ekki að því að við getum ekki tekið ákvarðanir heldur meira svona laga tæknilegu málum hvort það séu hindranir í veginum sem að við komumst framhjá. En ég skil hvað átt við, þú ert meira að hugsa svona söguna og eftiráskoðun og
Við erum með þetta Já, og þokkalega skráð. akkurat, sko. Já, já, ég hef þess að ekki sagt þetta rétt, þetta er ekki bara ákvarðanir, þetta eru þessar tæknilega hindranir, bara, sko, þetta er alltaf taka alveg, sko, frá náttúrulega sjónarhóli íbúa, alveg rosalega langan tíma, það eru einhverjar skýringar og þegar þetta gerist næst, þá viljum við náttúrulega gera þetta miklu hraðar og ef við fáum að læra af ykkar reynslu, þá er hægt að gera þetta miklu hraðar. Þannig að whatever ástæðurnar eru, þá væri gaman að fá að vita þær. Takk. Já, sjálfsagt. Já, takk fyrir þetta innlegg, Sólveig. Ég skildi alveg hvað þú varst að fara og þetta sem við erum búin að vera að tala að næsta sveitarfélag sem að lendir í þessu einhverju, af því að það á eftir að gerast, að við séum búin að læra og þeir sem að taka ákvarðanir séu búin að læra hvað er hægt að gera betur, hvað er hægt að gera öðruvísi og allir hafa náttúrulega komið að borðinu með góðan vilja til þess að aðstoða okkur og hjálpa til við að gera þetta eins auðvelt fyrir okkur og hægt er. En þú talar tímann og hann er svolítið langur í þessu samhengi, þessi bið alltaf eftir einhverjum ákvörðunum annarra. Þannig ég skildi alveg hvað þú varst að fara. En talandi tíma, þá var hann farinn frá okkur eins og aftur og ég þakka ykkur bara kærlega fyrir góðan fund og við sjáumst aftur að viku liðinni. Verðið bless.